Já, komið sæl. Sunnanátt hjá okkur í dag og verður það næstu daga en þá hefur verið fyrir þungt yfir hérna hjá okkur sunnan og vestan til á landinu þó kannski ekki endilega verið mikil úrkoma hjá okkur í dag en við erum að fara að fá bakka inn hér svona jafnt og þétt næstu daga. Það var bjartast á norðausturhorninu í dag og hlýjast þar sló hiti nærri 18 stigum á nokkru stöðum og við búum að það einnig við þá morgundaginn því að við verðum í svipar stöð áfram. En við sjáum að það eru skil sem að koma hér inn í nótt og svona mesti kraftur núrðin þá í fyrramáli en alltaf er svona einhver úrkoma að finna hér sunnan til á landinu þá á morgun. Lægð hér vestur við Grænland og hún fær raunin nýja innspýtingu, það kemur ný lægð og saminast þessari lægð þá hér vestur af landinu aðra nótt og við heldur raunin þessari stöðu hjá okkur áframhaldandi suðlæg á því. En við sjáum að það lítloft yfir landinu en kaldalofti sækir þegar líður á morgundaginn og kemur hér fyrst inn á vestanvert landið. En þetta hlýja loft það heldur nú svona stöðu sinni meira og minna hvað var þar austanvert landið á morgun og eins og áður sagði þá við fáum álíka hámarkshitatölur frá norðausturhorninu og í dag ef ekki eilítið hærri. Og við sjáum hér stöðuna klukkan 19 að skýja sunnan og vestanlands og rigning þar á köflum og við setjum hreyfimyndin í gang og tökum við kannski eftir að það er svona bætir svona heldur í vind þegar líður á kvöldið og nóttina. Rignir nokkuð drjúpt á köflum sunnan og vestan til í nótt og klukkan 8 í fyrramáli verður staðan og þessa leið hiti vel yfir 10 stígunum norðan til á landinu og sérstaklega þá norðausturhorninu geti verið þetta 14-15 stig þegar hér komið við sögu en ólíkt lægri hitatölur hér sunnan og vestanlands og kannski ekki víða sem það að fara yfir 10 stigin og við sjáum að á vindatölunum að það getur verið allhvass vindur eða hvass sérstaklega til fjalla og það sem vindur stendur af fjöllum og í framhaldinu síðan á morgun að þá sjáum við að svona dregur aðeins úrkominni, þetta er svona helst á sunnanverðu hálendinu þegar líður á daginn, einhver svona örlitli blettir að öðru leyti og ég er alveg þurrt hér við Faxaflóan og vestan til á landinu en við sjáum einnig að það verður nokkuð bjart á norðausturhorni landsins. Annað kvöld verður staðan og þessa leið á eðlilega þegar svona hallar að kvöldi að þá fara hitatölur lækkandi og við sjáum síðan ef við keyrum spákortið fram til 50 dags að það mun síðan aftur smám sem að þegar líður á 50 daginn byrja að bæta í vind. Jafnvel að geti ringt tíma aðfram 50 dags á norðausturhorninu en það verður nú til skamms tíma. En á 50 dags morgun þá verður þetta sunnan og suðvestan 8-13 metrar á sekúndu, kannski skúrakenndari úrkoma hér suðvestan og vestanlands og síðan ætlar bara í rauninni að halda áfram að herða vind þegar líður á 50 daginn og við fáum hér inn svona hinn eiginlegu svona kuldaskil þegar líður á 50 daginn og við tekur öllu kaldara loft á hér vestan til og á 50 dags kvöld verður staðan sem sé á þessa leið. Við sjáum að það er góður vindstrengur, suðlægur vindstrengur í þessu og alltaf fáum við inn góða gusur af úrkomu hér sunnan og vestan til á landinu. En þetta ætla síðan svona eiginlega dálítið að toppa sig á föstudaginn þá verður leiðilega hvasst sunnan eða víða land og skúraleiðingar sunnan og vestanlands áfram, bjart að mestu á norðausturhorni landsins en þetta veður er ekki mjög spennandi hvað varðar föstudaginn sem hitatölur orðnar nokkuð lágar, jafnvel að sé að slá í stormi þar sem vindur stendur af fjöllum en síðan munum veður svona fara að sljáka allverulega í veðri þegar komið á helgina. Hér sjáum við á laugardaginn klukkan 12 og loftþrýstingur alltaf fara hækkandi og stefnir síðan eftir að það verði bæði þurrt og bjart nokkuð víða þegar líður á helgina eiginlega allt land. En enda þetta hér síðan á þá kortinu á morgun það bil þar hámarkshitatölur sem við sjáum í landshlutunum og hugsanlega gæti hitið slegið nærri 20 stigum á norðausturhorni landsins á morgun. Senda gott í bili, verið sæl.